Kæru gestir, verið hjartanlega velkomin hingað í Hof í dag og þið líka sem heima sitið og horfið á í streymi. Það gleður mig mjög að sjá hversu margir hafa gefið sér tíma til að mæta hingað til okkar í dag. Ég heiti Ásthildur Sturludóttir og ætla að stýra fundinum hérna í dag. Ég þakklát fyrir þessa mætingu sem ég hygg að sýni vel áhugann og mikilvægi þjóðaratkvæðagreiðslunnar sem framundan er. Þessi fundur haldinn á vegum Áfram Ísland sem hafa farið í hringferð landið með fundi til þess að kynna málstað sinn. Við erum jákvæðir neysinnar sem höfum trú á Íslandi, trú á þjóðinni og treystum samfélaginu okkar. Við erum ung þjóð sem vel menntuð og hefur sótt fram þannig að eftir hefur verið tekið. Við vorum eitt fátækasta ríki Evrópu en nú erum við meðal þeirra ríkustu. Við börðumst hart fyrir fullveldi okkar og sjálfstæði og ég tel að við séum fullfær að vera áfram okkar fyrirsvarsmenn. Það stór hópur sjálfboðaliða sem hefur unnið að fundinum hér í dag því að ekkert gerist sjálfkrafa og fyrir það vil ég þakka. Ég hvet ykkur sömuleiðis til þess að skoða heimasíðuna áframísland.is og kynna ykkur það ítarlega efni sem þar varðandi Evrópusambandið og Ísland. Aftur, við erum jákvæðir neysinnar. Við viljum jákvæða og uppbyggilega umræðu sem byggð á staðreyndum og rökum. En að fundinum. Hingað mætt stórskotalið til þess að ræða hvers vegna ástæða til að segja nei við spurningu ríkisstjórnarinnar 29. ágúst næstkomandi. En þau Sólveig Anna Jónsdóttir, formaður Eflingar stéttarfélags, Steingrímur J. Sigfússon, fyrrverandi alþingismaður og ráðherra og herra Ólafur Ragnar Grímsson, fyrrverandi forseti Íslands. Áður en ég hleypi þessu góða fólki að, langar mig til þess að nota tækifærið sem fundarstjóri og koma mínum skoðunum að. Ég hef verið einörð í minni andstöðu gagnvart inngöngu Íslands í ESB síðan ég lærði Evrópufræði fyrir ríflega 20 árum síðan. Ekki það, Evrópusambandið ekkert alvont síður en svo og það hentar sumum þjóðum, öðrum ekki. Það hentar til dæmis ekki Sviss, Liechtenstein og Noregi sem hluti af EFTA og einhver ástæða fyrir því. Öll eiga þau það sameiginlegt að vera eins og Ísland, rík lönd sem meta sjálfsákvörðunarrétt sinn mikils. Þessi lönd hafa ekki frekar en Ísland talið nauðsynlegt að vera partur af ESB. Þau eins og við hafa álitið að þau fái allt sem þau þurfa með EES-samningnum og hagsmunum þeirra sé betur borgið utan frekar en innan ESB. Og mín afstaða grundvallast enn fremur af nokkrum þáttum og ég vil nefna nokkra. Í fyrsta lagi tel ég að fullveldisréttur hverrar þjóðar sé svo dýrmætur að það sé hættulegur leikur að fara af stað í ferli sem felur í sér að gefa upp þau réttindi. Við börðumst lengi fyrir fullveldi og sjálfstæði og að við séum tilbúin til þess að fórna yfirráðum yfir löggjafarvaldi, framkvæmdavaldi og dómsvaldi fyrir þátttöku í ESB-veislunni mér gjörsamlega óskiljanlegt. Fullveldi ekki eitthvað sem skipti bara máli fyrir 100 árum síðan. Það skiptir enn máli og mun alla framtíð. Það snýst hver ræður og hver tekur ákvarðanir. Og það tel ég að Íslendingar vilji sjálfur gera. Í öðru lagi það vegna auðlinda landsins. Íslenskt hagkerfi auðlindadrifið. Okkar auður byggir á landi, vatni, jarðhita og lífríki sjávar. Ég hef hvergi séð að leiðtogar þjóðarinnar hafi sett skýrt strik í sandinn varðandi full og ævarandi yfirráð yfir þeim. Á meðan svo þá get ég aldrei stutt þessa vegferð. Framtíðarstríð verða háð vatn, orku og mat. Þá mikilvægt að þjóðin okkar ráði yfir sínum eigin auðlindum og stjórni þeim. Í mínum huga einnig varasamt að afleggja landbúnað í þeirri mynd sem við þekkjum hér á landi. Það hættulegt að við séum okkur ekki nóg matvæli. Matvælaöryggi ekki eitthvað sem á að hafa í flimtingum.
Það ennfremur blekkingarleikur og hrein móðgun við bændur að halda að það sé eftirsóknarvert að lifa af styrkjum einum saman. Í þriðja lagi grundvallast afstaða mín af þeirri staðreynd að laun eru lægri í velflestum ríkjum ESB en hér á landi og víða umtalsvert atvinnuleysi. Atvinnuleysi eitthvað sem hentar okkar þjóð illa og þau tímabil þar sem atvinnuleysi hefur verið mikið hafa verið landinu þung. Það hentar Íslendingum illa að vera á framfæri annarra. Það ekki í okkar eðli. Há laun á Íslandi hafa ennfremur orðið til þess að ríkisborgarar annarra Evrópuríkja sækjast í að koma hingað og sinna fjölbreyttum störfum sem við náum ekki að manna. Innganga í ESB mun líklega breyta þeirri stöðu. Í fjórða lagi það staðreynd að við verðum væntanlega nettóinngreiðendur. Þar við munum greiða meira inn til sambandsins en við fáum út úr hinum sameiginlegu sjóðum. Auðvitað stöndum við með þeim sem minna mega sín, en meðan við getum ekki þjónustað okkar eigin borgara, þá hæpið að senda milljarða úr landi til annarra þjóða en þeirra sem við höfum þegar skuldbundið okkur til að styðja. Það þungt að greiða ca. 50 milljarða á ári inn til ESB nema atvinnulífið verði þeim mun öflugra. En ef það á að vængstýfa sjávarútveginn til dæmis og landbúnaðinn, þá verður það þungt. Við verðum ein ríkasta þjóð ESB ef við göngum inn. Þær þjóðir sem sækja inngöngu nú stundir eru í allt annarri stöðu en við. Að endingu. Við höfum síðustu ár glímt við náttúruhamfarir og heimsfaraldur. Það hefur orðið til þess að við höfum orðið fyrir efnahagslegum hamförum samfara. Að hlaupa þá til og telja að innganga í Evrópusambandið muni bjarga öllu hér, svo sem lækka vexti og húsnæðisverð, í besta falli tálsýn. Við þurfum að byrja á því að taka til heima hjá okkur og koma efnahagslífinu á réttan kjöl. Í mínum huga þessi vegferð bæði orku og peningasóun næstu árin. Höfum við í alvöru efni á því að bæta ríflega 200 starfsmönnum inn í ráðuneytin okkar til þess eins að sinna inngöngu í sambandið. Það í alvöru skynsamlegt þegar við getum ekki einu sinni haldið upp í sómasamlegu heilbrigðiskerfi, menntakerfi nú eða innviðum. Í mínum huga þetta sóun á orku og fjármunum. Kæru fundarmenn, í dag lítum við landsbyggðarfólk svo á að því miður fáir tali fyrir okkar hagsmunum. Hvernig verður það þá við inngöngu í ESB? Ég ekki bjartsýn, því auðvitað hver sjálfum sér næstur. En ég ætla að láta staðar numir í að láta ykkur vita af mínum skoðunum hér í dag. Ég held að það sé betra að fá okkar góðu gesti og ég vil byrja á því að bjóða velkomnu í pontu Sólveigu Önnu Jónsdóttur, formann Eflingar stéttarfélags. Sólveig, gjörðu svo vel. Komiði sæl, kæru fundargestir. Það mér mikill heiður að fá að hitta ykkur hér í dag og ræða afstöðu mína til mikilvægis íslenskrar verkalýðsbaráttu í samhengi við Evrópusambandsumræðuna. Saga sjálfstæðis Íslands iðulega sögð sem saga af baráttu við erlent vald, draum Íslendinga sjálfstæði, að vera þjóð á meðal þjóða, fullveldi, stjórnarskrá og þá merku ákvörðun sem fólk á meðal okkar sumt man sjálft eftir þegar að loks var stofnað lýðveldi á Þingvöllum meðan að seinni heimsstyrjöldin geisaði enn alla veröld. Við þekkjum öll þessa sögu, enda hún sagan okkar, af smæð og fátækt og ótrúlega erfiðum aðstæðum og saga af sterkum vilja sem lifir í hjörtum alls konar fólks vegna umróts, vegna byltinga og mannkynssögulegra breytinga á alþjóðavettvangi,
en líka vegna þeirrar sammannlegu þrá að upplifa eitthvað sem við köllum frelsi, það að þurfa ekki að lúta valdi annarra, þurfi ekki að þola að eigin vilji, eigin skilningur á eigin aðstæðum verði undirsettur skipunum og vilja annarra. Í þessari stóru sögu sem við höfum sem þjóð sammælst að segja sem okkar ekki pláss fyrir marga karaktera og marga vegi sem eru gengnir af alls konar fólki. Konur sjást til dæmis sjaldan. Ég grínast stundum með að hinir og þessir atburðir hafi átt sér stað áður en að menn fundu upp konuna. Embættismenn og alþingismenn eiga sviðið, menn sem nutu þeirra forréttinda að hafa aðgang að menntun og menningu og þurfa ekki að strita til þess að sjá fyrir sér og sínum. En saga sjálfstæðis landsins líka saga af íslensku alþýðu fólki, þeirra sem hafa ávallt verið og eru enn ókomna tíð undirstöður sjálfrar verðmæta framleiðslunar. Þau sem unnu baki brotnu og þekktu ekki annað en strit, barátta þeirra og barátta þjóðarinnar fyrir sjálfstæði eru ekki tvær aðskildar frásagnir, heldur tvær hliðar sömu sögu, hver það sem ræður og í þágu hverra valdinu beitt. Á 19. öld snerist sjálfstæðisbaráttan fyrst og fremst stöðu Íslands gagnvart Danmörku, endurreisn Alþingis, stjórnarskráin, heimastjórn voru mikilvæg skref, með þeim kom aukið sjálfstæði á alþjóðavettvangi. En fyrir alþýðu fólk höfðu þessi skref engin materialísk áhrif, aukinn réttur landsins færði fátæku fólki ekkert. Raunveruleg völd til að knýja á mannsæmandi tilveru skilyrði, barátta fyrir slíku barátta sem þurfti að heyja innan sjálfs þjóðríkisins. En þar, líkt og í sjálfstæðisbaráttunni, þurfti sterkan vilja og þrautseigju. Og sem betur fer var slíkt til staðar. Ný tegund pólitískrar baráttu sem líkt og sjálfstæðisbaráttan var innblásin og mótuð af atburðum á alþjóðavettvangi var til á landinu. Verkamenn hér líkt og í öðrum löndum Evrópu komu saman og stofnuðu félög. Þeir höfðu öðlast þann mikilvæga skilning að einstaklingurinn má sín lítils gegn valdi auðsins en að sameinað getur alþýðu fólk unnið stóra sigra. Þessir einstaklingar stofnuðu leið og nútíminn hóf innreið sína í samfélagið með breytingum og atvinnuháttum, félög til þess að semja ekki aðeins verð á vinnuaflinu þeirri einstöku vöru, heldur einnig til þess að semja það að þeir ættu skilið virðingu, réttindi og viðurkenningu á því að verkafólk ætti að hafa áhrif á samfélagið allt. Stofnun fyrstu verkalýðsfélaganna og svo Alþýðusambandsins fyrir 110 árum síðan markaði stórkostleg tímamót. Leið og unnið var að stjórnskipulegu fullveldi landsins barðist fátækt fólk fyrir því að lifa frjálst undan oki arðránsins. Þau voru vissulega innblásin af heimssögulegum atburðum, en mögulega voru þau fyrst og fremst innblásin af þjóðlegum atburðum. Hvað fullveldi? Já, það fáni, það landamæri, það yfirráð yfir hafi, ám, fossum, stokkum og steinum, en það getur líka verið efnahagslegt réttlæti, bræðralag og bjargföst trú á að allt fólk sé skapað jafnt, allir eigi að leggja til eftir getu og uppskera eftir þörfum. Þessi merka barátta stigmagnaðist á kreppuárunum þegar verkamenn komu saman við Góðtemplarahúsið til að mótmæla fyrirhuguðum launalækkunum á atvinnubótavinnu bæjarins og lögreglan réðst að þeim, snerust átökin hvort að svara ætti neyð alþýðufólks með meiri kúgun eða réttlæti. Og hinn augljósi sannleikur sá að barátta fyrir fullveldi þarf ekki að innihalda skilning á og stuðning við alþýðufólk. Barátta fyrir sjálfstæði og fullveldi ekki sjálfkrafa barátta að útbúa réttlát ríki. Þetta sá verkafólk og þess vegna þurfti það sjálft að berjast inn í sínu eigin landi.
en með því að gefast aldrei upp, þá gat verkafólk skapað pólitískan vilja til að reisa hér velferðarsamfélag. Þetta fólk var með skýra sýn á tvennt, sjálfstæði landsins og mótun samfélagsins, félagsleg úrræði, atvinnustefna, réttindabarátta og húsnæðismál. Þegar lýðveldið var stofnað náðist hið stóra stjórnskipulega markmið sjálfstæðisbaráttunnar, en fyrir verkafólk lauk baráttunni ekki þar, en þurfti að spyrja því fyrir hverja lýðveldið væri. Var það samfélag þar sem alþýðufólk fékk tækifæri til að blómstra, eða var það samfélag þar sem að stéttskipting ríkti og efnahagslegt vald fárra yfir afkomu fjöldans varð að óumdeilanlegu lögmáli. Eftirstríðsárin og uppbygging velferðar og félagslegra réttinda eru lykilþáttur í þessari sögu íslenskrar alþýðu. Atvinnuleysistryggingar, almannatryggingar og aukið félagslegt öryggi urðu smám saman hluti af samfélagsgerðinni og þar tóku stéttarfélag sér miðlæga stöðu. Og þetta var ekki auka atriði fyrir sjálfstæða þjóð, nei, þvert á móti var sjálfstæðið meðal annars notað til þess að tryggja þessi atriði sem að skiptu alþýðu fólk svo miklu máli. Og við hljótum öll að vera stolt af þessari sögu vegna þess að hún er merkileg og hún er í raun ótrúleg. Kæru fundargestir, þegar við horfum út í heim til landa Evrópu og veltum fyrir okkur stöðu verkalýðshreyfingarinnar þar og stöðu vinnuaflsins, þá sjáum við með mjög skýrum hætti að íslenska vinnumarkaðsmódelið margumrædda stendur mjög sterkt. Staðreyndin er sú að á Íslandi er stéttarfélagsaðild mjög há, kjarasamningar ná til alls vinnumarkaðarins og verkalýðshreyfingin hefur pólitískt og samfélagslegt vægi. Í mörgum og í raun vel flestum löndum Evrópu hefur þróunin því miður verið önnur. Þar hefur stéttarfélagsaðild dalað, vinnumarkaður er sundraður, samningsstaða verkafólks er mjög veik. Kjarasamningsumgjörðin hún nær mjög illa til láglaunageiranna og til allra innflytjendana og sumstaðar hefur vissulega löggjöf ríkisins komið að hluta í stað þessarar samningsstöðu sem við höfum, sem getur vissulega tryggt lágmarksréttindi en veikir þó getu launafólks til þess að móta sín kjör með lýðræðislegum hætti. Og það sem gerir íslenska vinnumarkaðsmódelið svo sterkt er einmitt þessi samsetning. Öflug stéttarfélög, víðtæk kjarasamningsgerð, sterk hefð fyrir samstöðu og samfélagslega viðurkenning á því að launafólk eigi að hafa skipulagt mótvægi gegn atvinnurekendum og fjármagni. Og þarna erum við ekki aðeins að ræða tæknilegt fyrirkomulag eða skipulag vinnumarkaðar. Við erum að tala um lýðræðislegt fyrirkomulag. Og kannski er það svo að þessi staða, einstök á heimsvísu, er einmitt komin til vegna smæðarinnar. Kannski er ekki hægt nema í svo fámennu samfélagi þar sem að þrátt fyrir stéttskiptingu og misskiptinguna sem henni fylgir, er hægt fyrir verkafólk að vera sýnileg, frek og svo erfið að á endanum er ekki annað hægt en að hlusta á okkur og virða kröfur okkar. Ég held því fram, nei, ég fullyrði að þegar litið er til hagsmuna verkafólks eigum við besta vinnumarkaðsmódel Evrópu. Kerfið okkar, það hvílir á mjög mikilli lagalegri vernd, það byggir á hárri aðild að stéttarfélögum þeirri mestu á byggðu bóli og kjarasamningarnir sem við gerum eru í raun lög í landinu. Módelið okkar byggir ekki á því að best sé að hafa vinnuaflið sem sveigjanlegast í þágu samkeppnishæfni atvinnulífsins. Heldur viðurkenningu á mannréttindum og óumdeilanlegu mikilvægi vinnuaflsins. Og ef að við sjálf erum öflug, þá getum við í gegnum kjarasamningsgerð tryggt að afrakstur verðmætasköpunar skili sér raunverulega til þeirra sem vinna vinnuna. Og þess vegna segi ég að það er svo mikilvægt fyrir verkafólk á Íslandi að halda í íslenska módelið og það þýðir að sjálfsögðu ekki að við ætlum að hafna allri alþjóðlegri samvinnu
og það þýðir að sjálfsögðu ekki að við ætlum hér að hamla því að fólk geti flutt sig á milli landa til þess að stunda vinnu. Nei, það þýðir að við ætlum að setja þá grundvallarkröfu að allir sem að vinna á íslensku vinnumarkaði búi við sömu réttindi og sömu vernd. Þetta snýst að verja íslenska vinnumarkaðsmódelið og það í mínum huga nútímaleg sjálfstæðisbarátta. Og þessi barátta snýst ekki að loka landinu, hún snýst að halda í lýðræðislegt vald samfélagsins yfir grundvallarskilyrðum vinnunar. Rétt eins og fyrri kynslóðir Íslendinga börðust fyrir stjórnskipulegu sjálfstæði, yfirráðum yfir auðlindum og félagslegum réttindum stendur verkafólk hér á þessu landi nú frammi fyrir þeirri spurningu hvort að vinnumarkaðurinn eigi að lúta reglum sem að við sjálf setjum eða vera mótaður af samkeppni Evrópusambandsins niður á við. Kæru fundargestir, ég hef iðulega gagnrýnt íslenska vinnumarkaðsmódelið harðlega. Ég hef gagnrýnt stofnanavæðingu verkalýðshreyfingarinnar, yfirtöku fagmenntastéttanna á vinnu félaganna og allri nálgun í kjarasamningsgerð. Ég hef gagnrýnt áhugaleysi hreyfingarinnar af því að endurnýjast og viljaleysi sem að mér finnst ég oft sjá til að gæta í einu og öllu að gildum lýðræðisins í störfum félaganna. Og ég hef að sjálfsögðu iðulega gagnrýnt tilraunina til að jaðarsetja verkafólk inn í hreyfingunni. En þrátt fyrir þessa gagnrýni segi ég að staðreyndin sú að vegna þess hvernig vinnumarkaðsmódelið okkar uppbyggt og af hverju við eigum það, hvernig það tilkomið vegna fyrrnefndra ríkulegra lagalegra réttinda, staðreyndin sú, og sumir vilja kannski ekki heyra þetta, að fólk eins og ég og félagar mínir getum stjórnað stærsta félagi verkafólks á landinu. Vegna þess að reglur lýðræðisins og vinnubrögð eru skrifuð inn í lög og reglur stéttarfélaganna og lög og reglur þjóðríkisins hægt ef viljinn fyrir hendi að nota verkalýðsfélögin til að gera það sem að þau voru í raun sköpuð til að gera. Inn í vinnumarkaðsmódelinu okkar þessi saga og við eigum að varðveita það eins og við viljum varðveita til dæmis íslenska náttúru. Náttúruna skóp mannfólk ekki en við eigum hana samt. Og staðreyndin sú að sumt af því sem manneskjur hafa útbúið líka þess virði að geyma og vernda. Ekki bara sú menning sem við köllum list, heldur líka sú menning sem var til vegna þeirra stóru hugsjóna og þess mikla vilja sem bjó í hjörtum og hugum fátæks fólks sem þrátt fyrir allt trúði á eigin virði, virði barnanna sinna og virði þess að fá að lifa frjáls í sínu eigin landi. Þegar ég var lítil stelpa þá sagði mamma mín oft við mig, Guð hjálpar þeim sem hjálpar sér sjálfir. Og það tók mig dálítið langan tíma að skilja hvað hún átti við. Og mér fannst þetta hljóma kalt og svolítið grimmt og ólíkt henni. Og ég hugsaði oft með mér þegar hún sagði þetta, enn eina ferðina, þetta ekki akkurat andstæða samstöðunar? Þetta ekki andstæða alls sem við, kommunistarnir, eigum að standa fyrir? En svo varð ég fullorðin og öðlaðist lífsreynslu. Og þegar maður verður fullorðin og þarf að halda heimili og þarf að ala upp börn, mæta í vinnu og standa af sér ýmis áföll, þá fer maður að skilja þessi orð öðruvísi. Þá förum við að skilja að enginn gerir þessa hluti fyrir mann. Þá förum við að skilja að það erum við sjálf sem verðum að axla ábyrgð á eigin lífi og stíga fram. Við sjálf verðum að taka skrefið. Við sjálf verðum að sýna þrautseigju, dugnað og vilja til að gefast ekki upp, því að það á endanum það eina sem að skilar árangri. Og þetta á ekki bara við einstaklinga, þetta á líka við þjóðir. Þjóð sem vill vera sjálfstæð getur ekki beðið aðra að hugsa fyrir sig. Hún getur ekki afhent öðrum valdið yfir landinu sínu, auðlindunum sínum, vinnumarkaðnum sínum og framtíðinni sinni og látið svo eins og sjálfstæðið sé samt óskert. Því það augljóslega ekki þannig sem þetta virkar.
Sjálfstæði er ekki fáni sem við drögum að húni einu sinni á ári. Sjálfstæði er vald, sjálfstæði er ábyrgð og sjálfstæði er rétturinn til að ráða okkur sjálf. Og af þessum ástæðum eigum við ekki að ganga í Evrópusambandið. Ekki vegna þess að við óttumst heiminn og ekki af því að við höldum að Íslandi eigi að lifa í sjálfumglaðri þjóðernisþoku, heldur vegna þess að við vitum að réttindi vinnandi fólks, yfirráð þjóðarinnar yfir auðlindum, möguleiki almennings til að hafa raunveruleg áhrif á samfélagið veikjast þegar valdið færist lengra frá fólkinu og nær kerfum sem almenningur getur ekki stjórnað. Og við vitum líka að það sem við eigum hér á þessu landi, þar sem að hér hefur verið byggt upp með harðri og langri baráttu verkafólks, varð ekki til af sjálfu sér. Og það varð ekki til vegna þess að embættismenn erlendis hugsuðu hlýlega til íslensks verkafólks. Það varð til vegna þess að fólk skipulagði sig, fólk stóð saman og fólk þorði að segja nei. Og þess vegna eigum við að þora að segja nei við aðild að Evrópusambandinu. Það sem er einstakt við Ísland, það skiptir okkur máli. Það skiptir okkur máli að hér hafi verkalýðshreyfingin verið sterk og það skiptir okkur máli að hér sé enn lifandi sú hugmynd að samfélagið okkar eigi að þjóna okkur, fólkinu í þessu landi, en ekki bara markaðnum. Og staðreyndin er sú að það sem er einstakt í mannlegri tilveru, það ver sig ekki sjálft. Það lifir aðeins ef einhver er tilbúinn til þess að standa vörð það. Sjálfstæði þjóðarinnar fékk ekki gefins og réttindi verkafólks fengust ekki gefins. Yfirráð yfir auðlindum fengust ekki gefins. Allt þetta kostaði baráttu. Og það er arfleiðin okkar. Og arfleið er ekki eitthvað sem við ætlum að geyma í skúffu og dusta svo rykið af á tyllidögum. Arfleið er lifandi og hún segir okkur að við eigum að skilja samfélagið okkar eftir, samfélag sem er réttlátara, sterkara og frjálsara en það sem við tókum við. Og við eigum ekki að skammast okkar fyrir það að vilja verja landið okkar, réttindin okkar og samfélagsgerðina okkar. Við eigum ekki að skammast okkur fyrir það að vilja ráða okkur sjálf. Og við eigum ekki að skammast okkur fyrir það að segja að lýðræði verði að vera raunverulegt og verði að vera nálægt okkur. Þvert á móti eigum við að vera stolt af því að standa vörð sjálfstæðið. Við eigum að vera stolt af því að ætla að verja rétt verkafólks og við eigum að skilja að þetta tvennt er samofið. Réttindi verkafólks sem ekki eru varin af pólitískum vilja og samstöðu eru í hættu stödd. Það sjáum við í löndunum allstaðar í kringum okkur. Og þess vegna er þessi barátta sameiginleg barátta fyrir sjálfstæði, fyrir réttlæti og fyrir valdi og síðast en ekki síst fyrir frelsi. Og af öllum þessum ástæðum og mörgum fleirum sem ég ætla ekki að rekja hér, ætla ég þann 20. og 9. ágúst næstkomandi að segja nei. Takk fyrir. Takk fyrir þessa skurðulegu ræðu, Sólveig Anna. Það var afar gott að þú skildir fara yfir söguna og hvernig við höfum náð þeirri stöðu þessi litla þjóð sem raun ber vitni. Og það var sömuleiðis gott að þú ræddir vinnumarkaðsmódelið og hversu einstakt það er í Evrópu og raun og veru í heiminum. Og takk fyrir það. En næstan vil ég bjóða velkomin í pontu Steingrímur J. Sigfússon, fyrrverandi alþingismann og ráðherra. Gjörðu svo vel, Steingrímur. Já, fundarstjóri, góðir fundamenn. Það er gaman að koma á svona fjölmennan fund og það rifjar upp ýmsar góðar minningar í mínu tilviki.
hér í höfuðstað míns gamla góða kjördæmis eða kjördæma og það á gömlu góðu kæru Akureyri. Það er líka ánægjulegt að sjá hvað hér er vel mætt. Þessi mikla fundarsókn vegna þess að hún er til marks það að margir taka þetta mál alvarlega, átta sig á því að það er stórt og það fylgir því mikil ábyrgð að taka þátt í að ákveða hvaða kost Ísland velur. Það er mikilvægt að fólk setji sig eins vel inn í þetta mál eins og kostur skygnist undir yfirborðið og reyna að sjá í gegnum þokuna, upplýsingaóreiðuna, það sem er raunverulegt og efnislegt hér undir. Mér virðast margir tala eins og það fylgir því engin ábyrgð og það sem er öllu áhættulaust að segja já. Einnig, ef marka má kynningarefni frá já-hreyfingunni, samanber innslag í sjónvarpinu í gærkvöldi, að já hafi sjálfu sér ekkert með það að gera hvort menn telja að Ísland eigi að ganga í Evrópusambandið eða ekki. Það séu tveir algjörlega aðskildir hlutir. Kynnir á vegum já-hreyfingarinnar í upphafi þáttarins í gær eyddi miklu púðri í að reyna að aftengja afstöðu manna til aðildar því að hoppa á vagnin. Segja já til að sjá. Rétt eins og þetta sé saklaus og einföld æfing, svona eins og að bregða sér inn í búð og máta föt eða sjá hvað er í hillunum. Að mínu mati snýr ábyrgðin hér akkúrat öfugt. Þeir sem segja já eru að samþykkja að Ísland leggi upp í mikinn óvissu leiðangur, eru að samþykkja langt og dýrt ferli sem skapar óvissu hver verði framtíðarstaða Íslands, jafnvel til margra ára. Ég skil það mjög vel að þeir sem eru eindregið þeirrar skoðunar að við eigum að vera innan Evrópusambandsins segi já. En hvers vegna í ósköpunum ættum við að gera það sem erum þeirrar skoðunar að Íslandi sé betur borgið utan Evrópusambandsins? Og hvers vegna ættu þeir sem hafa miklar efasemdir ágæti þess að ganga í Evrópusambandið að segja já? Mér finnst þetta af hálfu já-hliðarinnar vera tilraun til þess að snúa eðlilegri sönnunarbyrði við. Hvað mig varðar, og ég tek fram að ég tala hér fyrst og fremst fyrir mig og mína skoðun, ég er hér ekki á vegum eins eða neins nema sjálfs mín, þá liggur í öllum aðalatriðum fyrir hvað það þýðir að gerast aðili að Evrópusambandinu. Hvað Ísland lætur af hendi, hvað það fær, mögulega eða vonandi þá, og hvað við með okkar háu þjóðartekjur myndum leggja að mörkum. Nei þýðir einfaldlega að Ísland heldur óbreyttri stöðu. Við vitum hvað við höfum í hendi. Við höldum áfram okkar vegferð. Engin óvissa skapast stöðu landsins í alþjóðlegu tilliti. Og þess vegna segi ég, það er þeirra sem vilja breyta kúrs, að rökstyðja hvers vegna ættum við að gera það. Og það finnst mér já-hliðinni ekki hafa tekist með neinum samfærandi hætti. En ég ætla að snúa mér beint að viðfangsefninu sjálfu og rökstyðja hvers vegna ég mun segja nei. Og ástæða þess reyndar að ég yfir höfuð blanda mér í þetta sem hef lagt frá mér vopnin fyrir alllöngu í stjórnmálum er annars vegar svo að fjöldi fólks hefur reynst forvitið mína niðurstöðu og spurt mig og margir hafa haft við mig samband og viljað fá þetta upp á yfirborðið. Og ég hef sagt, það er ekkert feimnismál og ekkert leyndarmál að ég ætla að segja nei. Og ég tel þá niðurstöðu mína vera vel ígrundaða. Hún ræðst af mörgu, mjög mörgu, sem ég hef ekki tíma til að fara yfir hér. En tvennt vegur þó þyngst. Það er annars vegar þetta að ég er þeirra skoðunar við eigum ekki gangi í Evrópusambandið. Ég tel að það þjóni ekki best okkar hagsmunum. Ég held að hagsmunum Íslands sé betur borgið og það falli betur að okkar sérstöðu, sögu, landfræðilegu legu og fleiri þáttum að standa utan þess. Náið samstarf er að sjálfsögðu nauðsynlegt og eðlilegt við granna okkar í allar áttir,
En það breytir ekki því að til þess þurfum við ekki að ganga í Evrópusambandið og í raun takmarka það frekar en hitt, svigrúm okkar í þeim efnum. Þetta snýst bara það hvaða form slíkrar samvinnu teljum við að hendi best litla, auðlindaríka og nýlega sjálfstæða Íslandi. Því erum auðvitað í raun og veru nýlega sjálfstæð þjóð. Og tilraunin sjálfstætt Ísland hefur ekkert staðið óskaplega lengi. Hún gengi vel og ég kem betur að því síðar. En hin megin ástæða mín fyrir því að segja nei og leggja nú aftur upp í svona leiðangur, aftur, umsókn og eða aðildarviðræður, sú að ég hef afar takmarkaða trú á því að ferðalagi verði þess virði. Skili nokkrum teljandi árangri eða upplýsingum umfram það sem þegar liggur fyrir. Og af hverju segi ég þetta? Jú, það grundvallast meðal annars á nokkurri reynslu. Býsna dýrkeyptri í mínu tilviki. Stöðu viðræðna við Evrópusambandið í fyrri tilraun árin 2009 til 2012. Viðræðurnar komust að stað á öndverðu ári 2010 og þær hrökkuðu í 3 ár. Þeim var hætt 2012, eða gert á þeim hlé. Og það ekki nema fáein ár síðan við tókum þessa æfingu. Þá birtist hvernig ferli gengur fyrir sig. Það gekk vel með málaflokka sem falla innan EES-samningsins, eðlilega. Þá var bara verið að haka í boxin og tékka á því, Ísland búið að innleiða þetta með réttum hætti? En það gekk lítið sem ekkert í málaflokkum sem sneru að mikilvægustu hagsmunum Íslendinga. Það var nú bara þannig. Undir árslok 2012 voru meðal annars sjávarútvegsmálin, landbúnaðarmálin, dýraheilbrigði, iðnaður, ferðaþjónusta og margt fleira í mínum höndum. Því við Jóhanna höfum hrúað saman í gríðarstórt ráðuneyti sem hét atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið. Ég hafði því á þessum tíma í nóvember, desember 2012 mjög nákvæmt yfirlit yfir það hvernig þessi hlutir stóðu í viðræðunum við Evrópusambandið. Og það var nákvæmlega svona. Evrópusambandið hafði ekki opnað þessa kafla. Fátt ef nokkuð benti til þess undir lok árs 2012 að við værum að ná einhverju gegnumbroti með okkar aðal samningsmarkmið í sjávarútvegs, landbúnaðar, byggða, dýra- og plöntuheilbrigðismálum og mörgu fleiru. Mikilvægustu kaflarnir stóðu fastir, óopnaðir og ekki ástæðulausu. Þarna bar langmest í milli. Þarna viku okkar skýru samningsmarkmið mest frá grunnreglum Evrópusambandsins. Undir liggur og lá og liggur auðvitað enn hin mikla sérstaða Íslands þegar að þessu kemur. Og ég hef ekkert í hendi sem færir mér sannir að eitthvað hafi breyst. Í þessum grundvallaratriðum staðan eins, ef ekki heldur verri. Því Evrópusambandið sjálft hefur breyst á þessum tíma og frekar hert en hitt á kröfunum til nýrra aðildarríkja. Þannig að ég held að þetta verði ekki þess tíma, þeirrar orku og þeirra fjármuna sem í þetta myndu fara. Og ef við förum nú aðeins yfir það og stödd hér á Akureyri og í Eyjafirði, þar sem gríðarlega öflugt og mikilvægt landbúnaðarsamfélag og ein af öflugustu sjávarútvegsmiðstöðvum Íslands, þá ætla ég að halda mig fyrst og fremst í þá málaflokka. Förum aðeins yfir það, hvernig passar þetta við Evrópusambandið eins og það í dag, með breytingum sem gerðar hafa verið á stofnsáttmálanum og eftir, hvað það nú heitir, Maastricht og Lissabon og allt það, og að teknu tilliti til dómaframkvæmda Evrópudómstólsins á umliðnum árum. Því þær skipta hér máli. Spyrjiði Breta sem voru að reyna að koma í veg fyrir kvótahopp og ýmislegt í sjávarútveginum og fengu Evrópudómstólinn í hausinn. Ef við tökum sjávarútveginn þá það að mínu mati fyrst og fremst, eða kannski sérstaklega þrennt, sem skiptir höfumáli. Það í fyrsta lagi að Ísland og öll íslenska sérefnahagslögsagan verði skilgreind sem sjálfstætt fiskveiðistjórnarsvæði sem lúti okkar forræði.
og því nátengt í öðru lagi að við héldum sjálf samningsforræði okkar hlutdeild í deilistofnum og gætum gert tvíhliða samninga við grannríki á okkar forsendum. Eða hvernig líst mönnum á þá framtíð sem hinn kosturinn yrði að Evrópusambandið, sjávarútvegskommissarinn í Brussel, myndi semja við Færeyinga og Grænlendinga fyrir okkar hönd. Það yrði niðurstaðan ef við héldum ekki þessum samningsrétti. Og þessi samningsréttur ekki bara mikilvægur í dag eins og hann var áður. Hann verður áfram mjög mikilvægur því samninga þarf að endurnýja og þeir geta breyst. Í þriðja lagi verðum við að geta haldið í fjárfestingatakmarkanir eða haft önnur tæki til þess að verjast erlendu eignarhaldi í veiðum og frumvinnslu sjávarafurða. Það algerlega nauðsynlegt til þess að geta staðið vörð það að afrakstur þessarar dýrmætu auðlindar endi hjá okkur sjálfum í eins miklum mæli og mögulegt og skapi störf hér á Íslandi en ekki erlendis. Og hvað kallar þetta á? Jú, augljóslega yrðum við að fá varanlega undanþágu frá kjarnaatriðum í sameiginlegri sjávarútvegsstefnu Evrópusambandsins. CFP, Common Fisheries Policy. Það dugar ekkert minna. Og svo bara gerir hver það upp við sig hvort hann telur það líklegt. Hvað varðar landbúnaðinn nefna margir fyrst bann við innflutningi lifandi dýra eða takmarkanir til að verja okkar stofna. En málið miklu víðtækara en það þegar kemur að landbúnaðinum. Ef öll tollvernd fyrir innlenda framleiðslu fellur niður gagnvart ESB-svæðinu og í raun og veru kannski miklu stærra svæði en því, samanber fríverslunarsamninga Evrópusambandsins nú við gríðarlega öflug landbúnaðarlönd, til dæmis í Suður-Ameríku. Þá erum við kannski ekki bara að keppa við innflutning frá Evrópu, heldur í gegnum fríverslunarsamning ESB við Argentínu nautakjöt og svo framvegis. Það að tollverndin falli öll niður kallar á algera endurskoðun á öllu stuðningskerfi landbúnaðarins á Íslandi. Tollverndin, sem að vísu hefur farið rýrnandi undanfarin ár, samt gróft reiknuð upp undir helmingur af stuðningnum í heild við landbúnaðinn. Þá segja sumir þetta verður ekkert vandamál, því landbúnaðurinn á Íslandi verður allur skilgreindur sem hánorrænn, eins og norðurhéruðin í Finnland og Svíþjóð. Já, kannski yrði það. Það hugsanlegt. En hvað þýðir það þá? Það þýðir fyrst og fremst það að við fáum einhverjar heimildir til að greiða sjálf úr eigin vasa viðbótar stuðning ofan á styrki Evrópusambandsins. Það bara það. Og að halda menn að það sé í hendi að það verði pólitískur vilji til þess á Íslandi að tvöfalda til þrefalda umfang stuðnings við landbúnaðinn yfir fjárlög. Ég held að hann sé ekki í hendi. Svo það fyrirkomulag stuðningsins sem í grundvallaratriðum ólíkt á Íslandi heldur en í Evrópusambandinu. Og ég fæ ekki betur séð þegar ég fer yfir þetta allt en að komast að þeirri niðurstöðu að við þurfum líka, ef þetta ætti að vera einhver glóra, varanlega undanþágu frá mjög veigamiklum atriðum í sameiginlegu landbúnaðarstefnunni. Og erfiður sem fiskurinn þá landbúnaðurinn ennþá flóknari í samskiptum innan Evrópusambandsins. Þannig að svona lít ég á þetta hvað varðar þessar tvær mikilvægu atvinnugreinar. Og vel að merkja, hvar eru skýrt skilgreind samningsmarkmið Íslands núna? Það voru þó þau að minnsta kosti þó 2009 og má að öðru liti margt segja það ferli. En þar lágu samningsmarkmið Íslands alveg skýrt fyrir í nefndaráliti meirihluta utanríkismálanefndar. Ég hef kannski ekki fylgst nógu vel með eða lesið mér nógu vel til, en mér heyrist að ég sé ekki einnum að finnast þetta verið dálítið þoku núna. Hvað á eiginlega að fara að semjum? Ef menn segja já. Og ég bendi líka á í þessu sambandi að það mikilvægt að átta sig á því að
rými, samningssvigrúm Evrópusambandsins er mjög takmarkað, bæði vegna grunnreglnanna sem þar eru, en líka vegna baklandsins í aðildarríkjunum. Þó að ýmsir í Brussel kynna að hafa áhuga á því að fá Ísland inn sem fullgildan aðila, kannski aðalega 2 ástæðum, af því að við erum fullgildir aðilar að heimskautaráðinu og Evrópusambandi geti gert sig aðeins breiðar á því sviði með Íslandi viðbót innan sinna raða. En hin ástæðan auðvitað sú að við erum rík þjóð og myndum borga hressilega með okkur. Þá er svigrúm þeirra til að mæta okkur afar takmarkað. Það er skiljanlegt. Hver skilur það ekki að þeir þyrftu að selja makrílsjómönnum á vesturströnd Írlands og bændum út allra Evrópu, að Ísland fengi einhverja allt aðra meðhöndlun heldur en aðildarríkin sem fyrir eru. Það yrði snúið, jafnvel þó að Skotlandi séu farnir út. Og við þurfum ekki að slást í gegnum Evrópusambandið við þá makríl. Núverandi meðlimi klúbbsins ráða för að sjálfsögðu, þó að vald embættismannanna sé heilmikið. Þá ætla ég bara aðeins að nefna, í þessu sambandi finnst mér, og takk Sólveig Anna fyrir frábært erindi, að við hljótum að líta aðeins á söguna. Hvernig hefur Íslandi gengið sem sjálfstæðri þjóð? Jú, bara nákvæmlega þannig að á flesta mælikvarða lífskjara, lífsgæða, jafnréttis, friðsældar erum við langt yfir meðaltali ESB-ríkja. Við erum í fremstu röð í heiminum. Hvað varðar jöfnuð og jafnrétti, atvinnuþátttöku á lágt atvinnuleysi og aðelda stéttarfélögum og margt fleira sem gerir sterkan vinnumarkað en betri. Við erum ævintýrlega ríka náttúruauðlindum og okkur hefur gengið nokkuð vel sem sjálfstæðri þjóð að nýta okkur það til uppbyggingar. Við þurftum að berjast, landhelgisstríðin og allt það. Ég fæ þar af leiðandi ekki betur séð en að sjálfstæðið hafi reynst okkur vel. Það hafi reynst ein af auðlindunum. Og ég lít á það þannig að í sjálfstæðinu sé fólgin auðlind til að gera svo margt. Sagan skiptir máli og velgengni okkar sem sjálfstæðrar þjóðar hlýtur að hafa eitthvað vægi þegar við metum máli heildstætt. Við höfum auðvitað gert mistök, farið út af sporinu, en það hafa verið okkar eigin mistök. Og það er nefnilega það góða við sjálfstæðið, að því fylgir heilbrigð ábyrgð. Það er ekkert stórt pils til að skríða undir. Þú verður bara að horfast í augu við sjálfa þig og læra af mistökunum og halda áfram. Það vil ég ekki sjá hverfa. Ég minnist samtals við merkan Færeying, Kristófur Tómasson hét hann og var skrifstofustjóri færeyska lögþingsins mjög lengi. Og ég ræddi við hann á árunum eftir 90 þegar Færeyingar voru í sem mestum hremmingum. Hvers vegna þetta hefði farið svona hjá þeim? Af hverju lentu þeir út af sporinu? Jú, það var ýmis vitleysa sem þeir gerðu og lánuðu 110% út á togara og svona. En hann sagði, það er agaleysið sem sambandið við Danmörku því miður hefur markað inn í færeysk stjórnmál. Það er alltaf þarna. Ef okkur hlekkist á, þá eru Danirnir þarna bak við okkur. Þetta er ekki hollt. Það er miklu betra að bera bara algjörlega ábyrgð á sig sjálfur, státa sig af velgengninni, vinna sigrana í íþróttum, en viðurkenna líka þegar maður gera mistök, þá það mistök okkar sjálfra. Varðandi efnahagsliðina, sem ég ætla aðeins að tæpa á, og það gæti ég haft langt mál, en ég læt mér nægja að segja að mér finnst það illa gert og óábyrgt að veifa því að fólki, til dæmis ungu fólki, sem svitnar núna eðlilega undan hárri verðbólgu og háum vöxtum, eða er þolendur ójafnvægis á húsnæðismarkaði, að með því að segja já, séu gull og græni skógar handan við hornið. Þetta bara lægist allt saman í hvelli. Það er mikill misskilningur. Aðildarferli sem hæfist kannski á árinu 2027, það tekur tíma að starta því, og þó að það tæki ekki nema 2-3 ár, sem er bjartsýni, þá kæmi í framhaldinu langt tímabil þar sem við yrðum að uppfylla skilyrðin fyrir upptöku evru. Og hver eru þau? Það er að lækka verðbólgu, lækka vexti, styrkja stöðuna í ríkisfjármálunum og hafa vægi eða stöðuleiki í gjaldeyrismálum. Þetta yrðum við hvort sem er allt að gera
áður en við getum tekið upp evruna sem á að leysa þetta allt. Og þá segi ég eins og margir fleiri, af hverju gerum við þetta þá ekki bara? Og þá skiptir hitt ekki máli. Það sem sagt óraunhæft að mínu mati að þetta ferli og þó það leiddi til aðildar og þess sem fylgdi í framhaldinu muni hafa nokkur áhrif á verðbólgu, vexti og húsnæðismarkað á Íslandi fyrir þá í fyrsta lagi svona 2035. Og það ekki fallega gert að telja fólkinu trú það sem núna svitnar undan lánunum sínum að afborganirnar lækki bara í hvelli ef sagt verður já 29. ágúst næstkomandi. Svo hefur mér ekki sýnst það að aðild að Evrópusambandinu og evran væri sjálfkrafa trygging fyrir velgengni í efnahagsmálum, lágum vöxtum, lántökukostnaði, lágu áhættu álagi í viðskiptum og svo framvegis. Ekki var það reynsla Grikkja þegar þeir lentu í hremmingunum svipað leyti og við og voru lengur að vinna sig út úr því. Þá reyndist grísk evra ekki það sama og þýsk evra einhverjum ástæðum. Grískir vextir og grísk lánskjör voru ekki þau sömu og Þýskalands, Hollands og hinna meðlimanna í þrefalt A lánshæfismatsklúbbnum. Nei, það var bara himinn og haf þar á milli. Og Ísland og Grikkland skiptust á tímabili að vera á toppnum hvað áhættu álag upp á 1000 punkta snertir. Það með öðrum orðum þannig og það verður alltaf þannig að það eru hinar efnahagslegu undirstöður viðkomandi lands sem skipta öllum sköpum. Og Ísland stendur sterkt hvað efnahagslegar undirstöður varðar. Vissulega hefðu við með agaðri hagstjórn getað gert betur á köflum, en það breytir ekki hinu að Ísland í ákjósanlegri stöðu hvað þetta varðar. Ég átti einu sinni mjög góðan fund með merkum manni sem þá var seðlabankastjóri í Kanada, Mark Carney. Hann var seinna bankastjóri í Englandsbanka og það segir nokkuð hann og nú hann forsætisráðherra Kanada. Þetta var vegna þess að það gaus upp umræða á Íslandi hvort við ættum ekki að taka upp Kanadadólar og margir töldu það lausn á öllum okkar vanda, þannig að 2011 eða hvað það var. Þetta var það mikil umræða bæði hér og í Kanada að við tölum saman í síma, ég og kanadíski fjármálaráðherrann og komumst að þeirri niðurstöðu og það væri nú skynsamlegast að leiða þetta í jörð. Og hann bauð mér í heimsókn og ég fór og hann skipulagði meðal annars fund með Mark Carney. Og ég vona að ég megi vitni þetta hér svona bara efnislega sem hann sagði, nú var maður að passa sig. Við ræddum meðal annars gjaldeyrismál, eðlilega, að því það snerist það hvort Ísland ætti að taka upp Kanadadólar, frumleg hugmynd. Og ég spurði hann, hvernig metur þú það? Er það óraunhæft fyrir smáríki eins og Ísland að vera með sinn eigin sjálfstæða gjaldmiðil í hnattvæddum viðskiptaheimi? Og hann svaraði efnislega á þessa leið, nei, hvers vegna ætti það að vera það? Það er ekki mikil stærðarmunur á ykkur og Nýja-Sjálandi og Noregi. Í hinum stóra heimi eru þið bara mismunandi lítil smáríki. Þetta snýst allt efnahagslegu undirstöðunar. It is all about the fundamentals, sagði Carney og hætti held ég algerlega naglan á höfuðið. Þar það sem þetta ræðst. Það kemur ekkert bjargræða utan, eins og Sólveig Anna fór svo vel yfir hér áðan. Að lokum, góðir fundamenn, og eins og ég sagði í greinarkorni á Vísi á dögunum, eru mínar áhyggjur ekki síst þær, og það eru raunverulegar áhyggjur af framtíðinni til næstu ára litið, að verði lagt upp í þennan leiðangur, þá muni hann enda í útideifu. Og nú eru sérstætt örfáir hér inni sem vita hvað útideifa þýðir. Það þýðir bara eitthvað sem verður endarsleppt og verður að engu. Annarkvort held ég að þessi leiðangur muni lognast út af, eins og hann gerði síðast. Eða að menn láti sig hafa það að skrifa undir svo slappan samning að hann verði kolfelldur. Af því ég hef enga trú á því að Evrópusambandi geti komið nógu langt til móts við okkur. Og ég hef farið yfir það. Og farið svo að mínu mati miklu verr af stað farið en heimasetið. Af hverju að setja okkar stöðu í óvissu og upplausn ef við höfum ekki mikla trú á því að leiðangurinn sé þess virði.
Ég tel að ein af ástæðum þess að yfir 65% Normanna vilji ekki að hreyft sé við stöðu Noregs, segja nei við því að Noregur taki þetta mál upp aftur, að ræða við Evrópusambandið. Það sé reynslan af 2 misheppnuðum tilraunum. Ég átti mörg samtöl við þingmenn Noregs árin eftir að þeir felldu í seinna sinnið og þeir sögðu það beint út. Við höfum þurft að nota óhemju orku og óhemju peninga til að sleikja fíluna úr þeim í Brussel. Við vorum personu non grata, enda borga Normenn óheyrileg ósköp inn í ýmsa sjóði ESB. Nú, önnur ástæða fyrir því að Noregur vill ekki hreyfa við þessum málum, hver gæti hún verið? Jú, er það ekki bara það að gengur bara ágætlega í Noregi, rétt eins og hér? Og af hverju þá að breyta til? Forvitni, líkt og þegar börnin okkar vilja kíkja í jólapakkana áður en að búið að borða jólamatinn, hún er alveg eðlileg, en hún er ekki röksemd sem heldur vatni hér. Að minnsta kosti dugar hún mér ekki. Ég er ekki svo forvitin það hvað í þessum pakka að ég ætla að fara að láta það hafa áhrif á mig. Þess vegna segi ég staðfastlega nei. Takk fyrir þetta, Steingrímur. Það kannski ágætt að rifja það upp fyrir þá sem ekki muna eða voru mögulega of ungir að fyrir 17 árum þegar ríkisstjórnin sem Steingrímur sat í og var fjármálaráðherra sótti þá var ákveðið að fara af stað í leiðangur sem lognaðist út af eins og Steingrímur fór svo vel yfir. Mér fannst hann kjarna þetta mjög vel. Hann nefndi akkúrat það sem svo mikilvægt. Hver eru samningsmarkmiðin? Við höfum ekki séð nein. Og það náttúrulega eitthvað sem skiptir gríðarlega miklu máli, nú ekki síður hvernig Evrópusambandið vinnur. Og hvað telja að það sé að vinna að komast þar inn. En áður en að við hleypum herra Ólafi Ragnari Grímssyni þá langar mig bara til þess að nefna að hér er fullt hús á 1500 manns, þannig að það er mikill áhugi. Gjörðu svo vel, Ólafur Ragnar, og hlökkum til að heyra hvað þú hefur fram að færa. Montenegro, eins og það heitir á flestum tungumálum, er lítið land á Balkanskaga. Var í áratugi hluti af Júgóslavíu, meðal annars á tímum kommúnistastjórnarinnar og þegar Tito marskálkur var æðstur valdhafa í Montenegro. Svo féll múrinn og Balkanstríðið fór illa með þetta litla land, þetta fátæka land, sem við Íslendingar höfum gefið það fallega nafn Svartfjallaland. Svartfjallaland. Það er ennþá fátækt land. Þjóðartekjur þar eru í reynd bara helmingur af því sem það er í Evrópusambandinu. Og landsmenn glíma enn við þann vanda að það vantar nútíma vegi, það vantar hraðbrautir, það vantar innviði. Þeir hafa átt mjög erfitt með að búa sjálfum sér þau lífskjör sem þeir báru í brjósti vonir þegar þeir losnuðu undan harðræðinu á sínum tíma. Svartfjallaland.
Það vill svo til að þessi umræða hefur þróast á þann hátt að þetta fjarlæga, litla, fátæka land á Balkanskaganum er farið að skipta okkur miklu máli í þessari umræðu vegna þess að staða þess gagnvart Evrópusambandinu er ansi afhjúpandi fyrir það leiðangur sem núna er verið að biðja þjóðina að samþykkja. Það er 18 ár síðan Svartfjallaland sótt aðild að Evrópusambandinu. Og það eru 14 ár síðan þeir hófu viðræður við Brussel. 14 ár. En það er allt í strandi. Hvers vegna? Jú, vegna þess að þetta snýst það hver á að borga. Hver á að borga? Hver á að borga fyrir vegina, hver á að borga fyrir innviðina, hver á að borga fyrir hinn bættu lífskjör? Frakkarnir segja nei, Þjóðverjarnir segja nei, Spánn segir nei, Ítalía segir nei. Og málið er ennþá þannig statt að Svartfjallaland, Montenegro er í biðröðinni. Það eru reyndar ýmis önnur fátæk lönd í Austur-Evrópu í nágrenni Svartfjallalands í biðröðinni eins og Albanía til dæmis. Það er reyndar líka umhugsunarvert að það eru 30 ár síðan nokkru ríku, auðugu ríki með góð lífskjör fyrir sína íbúa hefur dottið það í hug að sækja aðild að Evrópusambandinu. 30 ár. Þessi umræða nú hér hjá okkur er svo fyrsta í álfunni í 30 ár sem nokkru landi með sambærileg lífskjör eins og við erum nú dettur það í hug að sækja aðild. En í biðröðinni, eðlilega, eru þessi fátæku lönd eins og Svartfjallaland og Albanía í Austur-Evrópu sem ennþá glíma við það að almenningur hefur bara 50% af þeim lífskjörum sem eru innan Evrópusambandsins og eru þau þó miklu lakari heldur en hér hjá okkur. Þannig, kæru vinir, að staða Svartfjallalands í biðröðinni allt í einu nú í ágúst fyrir að skipta okkur máli. Og það er eðlilegt að í þessum fulla sal af fólki hér á Akureyri í Hofi horfi menn á mig með þó nokkri undrun eins og ég sé og velti því fyrir sig hvernig í óskopunum er maðurinn að koma hingað norður á Akureyri til að tala Svartfjallaland. Jú, einn áhrifaríkasti fjölmiðill í Evrópu og Bandaríkjunum er Politico. Politico hefur sérhæft sig í því að fjalla stjórnmál, alþjóðamál, það sem er í raun og veru að gerast inn í valdamiklum stofnunum bæði í Evrópu og í Bandaríkjunum. Og þeir hafa getið sér frábæran orðstír fyrir það og eiga öflugan sess á öllum helstu alþjóðlegum ráðstefnum, München Security Conference, efnahagsráðstefnun í Davos og annar staðar og eru með heila herdeild af fréttamönnum í Brussel. Eru kannski sá miðill Politico sem embættismannasveitin í Brussel notar til að koma sínum skoðunum á framfæri. Vegna þess að þeir eiga og hafa þróað trúnaðarsamband við fréttamennina hjá Politico, sem iðulega birta fréttir þar sem haft er eftir ónefndum embættismanni, sérstaklega senior officials, sem er svona sérstakur titill fyrir hina háttsettustu sem vilja koma sínum skoðunum á framfæri en vilja ekki láta nafn síns getið. Og nú gerðist það fyrir 2 vikum síðan
í ágúst að Politico ákvað að skrifa fréttaskýringu það sem við erum að gera hér. Þessi áform ríkisstjórnar Íslands að sækja aðild á ný að Evrópusambandinu og biðja þjóðina að veita sér heimild til að gera það vegna þess að ríkisstjórnin hefur ekki meirihluta á Alþingi til að gera það. Það er hin raunverulega ástæða fyrir þessari þjóðaratkvæðagreiðslu. Að ríkisstjórnin hefur ekki meirihluta á Alþingi til að sækja aðild. Og hún ætlar að fara þessa hjáleið að plata hluta þjóðarinnar til að segja já af því að þetta sé bara svona könnunulega okkur. Svo Politico ákvað að skrifa sérstaka fréttaskýringu þessa stöðu viðræðna við Ísland. Og eins og þeir gera alltaf, þá fóru þeir auðvitað beint í æðstu embættismennina hjá kommissjóninni í Brussel til þess að fá þeirra sjónarmið og sögu og hvað þeir væru að velta fyrir sér og hvernig þeir litu fyrst og fremst á þetta ferli Íslendinga. Og kannski hugsið þið eins og ég, þegar ég opnaði þessa frásögn Politico á netinu í þessum mánuði fyrir það bil 2 vikum síðan, að nú fengjum við fréttir af því hvernig þessi æðstu stjórnendur, kommissararnir hjá Brussel og æðstu embættismenn myndu greiða úr þessum vanda varðandi Íslendinga sem Steingrímur rakti svo glæsilega og vel og nákvæmlega hér áðan. Sjávarútvegsmálin, landbúnaðarmálin og allir þessi þættir. Nei, það var ekki þannig. Hvað var það sem embættismannaliðun í Brussel, æðstu stjórninni, var efst í huga þegar kom að Íslandi? Og lágu ekkert á því við fréttamenn Politico. Jú, Svartfjallaland. Þessi höfuðverkur árum saman með Svartfjallaland. Hei, Ísland er fyrsta ríka landið sem bankar hér upp á. Við skulum láta þá borga fyrir Svartfjallaland. Þá bara leysist þetta. Þá bara leysist þetta. Þá verður þetta ekki lengur höfuðverkur fyrir okkur hérna í Brussel. Og þá skiptir engu máli þó að Þjóðverjar neita að borga og Frakkar neita að borga og Ítalir neita að borga og Spánverjar neita að borga. Við látum bara Íslendingana að borga. Og af því að þetta er í raun og veru svo ótrúleg saga, þá tók ég með mér hér á fundin ljósritin af þessari frásögn Politico. Vegna þess að það eru ennþá einhverjir í þessu landi sem ekki trúa mér, þó að þeir séu nú kannski fleiri utan við þessi salakynni heldur en hér. Og hér er þessi frásögn með tilvitnunum ekki bara í einn, ekki bara í 2 æðstu embættismenn Evrópusambandsins, senior officials. Nei, bara nokkuð marga. Og þeim ber öllum saman það að þetta sé málið. Tengja Ísland bara við Svartfjallaland og leysa þannig þennan höfuðverk Evrópusambandsins. Og einn af þessum æðstu embættismönnum er svo útpældur að hann kallar þetta á ensku the best case scenario. Fyrir okkur, þetta Þorgerður hafi heyrt þetta sé the best case scenario fyrir okkur. Og hann bætir betur og eins og þeir segja hérna, explained, ég ætla að lesa þetta fyrst á ensku svo að menn efist ekki að ég þýði þetta rétt. Explained
weaving the bits together, það er að segja umsókn Íslands og umsókn Svartfjallalands, weaving the bits together could help win over France, which might get a far-right anti-enlargement president in 2027. Sem sagt, hættan á Le Pen í næstu forsetakosningum í Frakklandi þannig í augum þessa kommissar í Brussel að nú sé að gera að flýta sér að láta Ísland borga fyrir Svartfjallaland svo að þurfa ekki að bera það undir Le Pen þegar hún orðin forseti Frakklands. Og svo gerir Politico sér ferð til þess að hitta utanríkisráðherra Svartfjallalands, Meida Goršević, og spyrja utanríkisráðherrann svona til hliðar í einhverjum kvöldverði í höfuðborginni sem hér í greininni er kallað soirée, sem er mjög fínt franskt orð yfir svona fínni boð. Hvernig utanríkisráðherra Svartfjallalands lítist nú á þessa hugmynd að tengja Svartfjallaland og Ísland saman. Og utanríkisráðherrann segir, já, mér líst bara vel á það. En það er ekki búið. Það er ekki búið. Annar embættismaður segir, Iceland's wealth could make it a net contributor to the EU budget and effectively pay for the membership of Montenegro. Auður Íslands er þannig að þeir munu láta af hendi mikilvægt fjármagn til Evrópusambandsins og í reynd borga fyrir aðildina af Svartfjallalandi. En svo er rúsínan í pylsuendanum. Utanríkisráðherra Íslands. Þið hafið kannski séð viðtalið á Sýn fyrir nokkrum dögum síðan. Þegar utanríkisráðherrann var beðinn að vera nú loksins skýr og afdráttarlaus til að lýsa samningsmarkmiðunum sem Steingrímur réttilega var að auglýsa eftir áðan. Og ef þið hafið séð þetta viðtal þá hafið þið fylgst með því hvernig hún hraktist úr einu öngstrætinu í annað og einum útúrsnúningnum í annan þangað til hún sagði loks við fréttakonuna, þú fær mig ekki til að segja já. Þegar spurt var að því hvort það yrði afdráttarlaust að við héldum forræði yfir sjávarútveginn og þú fær mig ekki til að segja já. Mínútum saman sat utanríkisráðherrann sem núna er að biðja umboð til að semja fyrir okkar hönd vegna þess að stjórnskipun Íslands er þannig að hún ein fær umboðið. Ríkisstjórnin er ekki fjölskipað stjórnvald samkvæmt íslenskum lögum. Það er utanríkisráðherrann einn sem samkvæmt íslenskri stjórnarskrá hefur það vald í sinni hendi að fara með samningsumboð. Jú, hún þarf samráð við ríkisstjórnina. En samkvæmt íslenskri stjórnarskrá erum við, ef þjóðin segir já, að veita utanríkisráðherranum einum þetta umboð. Og ráðherrann sem gat ekki, þrátt fyrir ítrekaðar tilraunir fréttakonu sínar, sagt okkur skýrt hvar hennar rauðu línur lægju varðandi sjávarútveginn og auðlindirnar í viðræðum við Brussel. Var bara alveg skýr þegar Politico spurði hana því hvernig henni lítist á að Ísland borgaði fyrir Svartfjallaland. Hvort hún væri tilbúin að ræða þennan díl sem kommissjónin hefði augljóslega mestan áhuga á. Og hvað sagði utanríkisráðherra Íslands þegar þessi virti fjölmiðill spurði hana hvort hún væri tilbúin í þennan díl með Svartfjallaland? Absolutely.
absolutely, bara eitt orð, alveg skýrt, algjörlega til í þennan díl. Þetta satt að segja eina skýra svarið sem Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir hefur gefið í aðdraganda þessara þjóðaratkvæðagreiðslu. Absolutely. Absolutely. Ég þurfti að lesa þetta nokkrum sinnum. Þess vegna tók ég ljósritið með mér. Vegna þess að ég vissi að það myndi einhverjir halda að þetta væri ekki rétt. En svona þetta, kæru vinir. Svona þetta, kæru vinir. Þeir í Brussel líta á þessa umsókn fyrst og fremst sem tækifæri til að láta Ísland borga fyrir Svartfjallaland. Ég hef mikla samúð með fólkinu í Svartfjallalandi. En eins og einn góður maður sagði við mig, eigum við ekki að klára fyrst þjóðveg 1 áður en við förum að borga fyrir vegina í Svartfjallalandi. Og það líka þáttur í þessari sögu að hún afhjúpar ekki aðeins hvernig Evrópusambandið hugsar og aðhefst á æðstu stöðum, heldur minnir hún okkur líka á að Evrópusambandið og þetta batteri allt saman risavaxin valdastofnun sem hefur sín eigin valdamál, sín eigin ætlunarverk og sá fjöldi sem þar starfar að því að reka þessa hagsmunagæslu fyrir bírókratið, báknið sjálft, skiptir tugþúsundum manna. Mér var það á fundinum í Sjálfstæðissalnum þegar áfram Ísland var ýtt úr vör. Mér var það á að vantelja þennan fjölda bírókrata í Brussel sem við þurfum að glíma við. Ég sagði hann væri 40.000. Það var ekki rétt. Sú tala á bara við kommissjónina og Evrópuþingið og bankan. Svo eru 40 aðrar stofnanir sem tilheyra þessu batteríi. Þannig að þegar allt lagt saman, þá það 70.000 manns sem dag og nótt vinnur að því að verja hagsmuni þessa kerfis. Og til viðbótar eru, eins og ég nefndi á fundinum, 30.000 hagsmunaverðir sem eru líka dag og nótt í að verja hagsmuni þeirra sem þeir eru fulltrúa fyrir vítt og breitt Evrópu. Þetta 100.000 manna her af bírókrötum og hagsmunavörðum sem við þurfum að glíma við frá fyrsta degi. Vegna það þessi her sem ráða för í samningaviðræðum ef þjóðin segir já. Það sýnir sagan. Það rakti Steingrímur hér. Því lýsti Össur í hinu langa viðtali við Vísi.is á sínum tíma. Þessi þáttur hefur í raun og veru ekkert verið ræddur í þessari umræðu. Það talað einhvern sjávarútvegsstjóra. Kos heitir hún, held ég, ef ég man rétt. Eins og það sé bara nóg að tala við hana. Það gleymist þessi mikla herdild báknsins í Brussel sem rekur allar þessar viðræður og hagsmuni og stefnumótun og til viðbótar sá fjöldi hinna 27 ríkja sem Steingrímur nefndi réttilega svo í bakherbergjunum og í baksveitinni til að ákveða hvert samningsumboði verður. Þetta veruleikinn sem samningsmenn Íslands munu þurfa að glíma við frá fyrsta degi. Þeir munu ekki koma með einhvern pakka og segja, gjörðu svo vel, hérna pakkin, vil ekki kíkja í hann. Nei. Þeir búa sem undir langvarandi bírókratiskan slag. Og þessir aðlar eru sérfræðingar í bírókratiskum slag. Og þeir hafa svo líflegt hugmyndaflug að það fyrsta sem þeim dettur í hug að ræða við Politico þegar
fréttamaður Politico vildi ræða umsókn Íslands er að ræða að nú getið þið losnað við Svartfjallalanda biðlistanum með því að láta Ísland borga. Og það er reyndar merkilegt miðað við þessa umræðu sem lýkur í næstu viku að enginn þeirra ráðherra sem biður að þjóðin segi já, enginn þeirra þingmanna sem hafa verið í fararbroddi þess leiðangurs hafa nokkru sinni gert minnstu tilraun til að útskýra fyrir þjóðinni þá grunnsáttmála sem allt gangvirki Evrópusambandsins byggist á. Þið getið farið í gegnum allar þessar umræður, öll þessi viðtöl, allar þessar greinar og þið finnið orðið Lissabon-sáttmáli aldrei. Og ég verð að segja alveg eins og sem gamall prófessor í stjórnmálafræði og þingmaður og ráðherra og forseti lýðveldisins í 20 ár. Ég hefði aldrei trúað því fyrirfram að ráðherrar í ríkisstjórn Íslands og þingmenn sem taka sig alvarlega bara leyfi sér að fara í gegnum alla þessa umræðu í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslu án þess að minnast einu orði á grunnsáttmálana í valdakerfi Evrópusambandsins. Ef einhver hefði sagt það við mig, þá hefði ég ekki trúað því. En það er enga síður það sem við höfum horft upp á. Maastricht-sáttmálinn og Lissabon-sáttmálinn eru þær grunnstoðir sem Evrópusambandið byggir alla sína ákvörðunartöku og allt sitt gangverki á. Lissabon-sáttmálinn er orðinn 17 ára gamall. Maastricht-sáttmálinn er enn eldri. Þetta er engin ný tíðindi. Þetta er sjálf stjórnskipun Evrópusambandsins sem viðræðurnar munu þurfa að laga sig að og ég tala ekki aðild Íslands þarf að byggjast á. Og þar skiptir Lissabon-sáttmálinn mestu máli. Það er hann sem skilgreinir það að í ráðherraráðinu er það ekki þannig að Ísland fær eitt sæti sem er jafnstórt og sæti Frakka og sæti Þjóðverja. Í æ fleiri ákvarðanasviðum Evrópusambandsins, meir en 40 ákvarðanasviðum er farið eftir fólksfjölda. Og þar er hlutur Íslands, eins og ég nefndi í sjálfstæðissalnum, 0,1%. Reyndar rúnaði ég það aðeins af, því það er í reynd 0,08%. En mér fannst einhvern veginn einfaldar að segja bara 0,1%, vegna þess að ég vissi að mönnum myndi finnast það nægilega ótrúlegt. Vegna þess að það er búið að halda því að okkur árum saman undir kjörorðinu við fáum sæti við borðið, að sá sem mætti fyrir hönd Ísland hefði sama vægi með sína sleggju eins og þeir frá Frakklandi og Þýskalandi. En Lissabon-sáttmálinn segir, nei, 0,1%. Lissabon-sáttmálinn segir líka að kommissjónin, Ursula von Leyen, fái miklu meira sjálfstætt vald í öllu gangvirki Evrópusambandsins heldur en þeir sem voru fyrir 30-40 árum í þessari stöðu. Lissabon-sáttmálinn segir líka að Evrópusambandið þurfi að búa sig undir sameiginlega utanríkisstefnu. Og Lissabon-sáttmálinn segir líka að smæstu þjóðirnar fái bara 6 sæti á Evrópuþinginu, þar sem yfir 700 þingmenn. Þið sáu kannski opnuna í blaðinu í morgun, hvar er Togga? Í þessum stóra sal. Og það er misskilningur sem sumir halda að þessi 6 myndi svo sérstaka Íslandsdeild á Evrópuþinginu. Nei, það er ekki þannig. Heldur eru þar
einingar sem stjórna allu gangvirki Evrópusambandsþingsins sem eru flokkahóparnir. Og þar ráða stærstu flokkar Þýskalands, Frakklands, Spánar, Ítalíu langmestu. Þannig íslensku þingmennirnir þeirra fyrsta vers yrði að ákveða: ætla ég að fara í kratahópinn? Ætla ég að fara í frjálslyndahópinn? Ætla ég að fara í íhaldsflokksinn? Hvar ætla ég að tínast inn í þessum þingflokkum sem eru hver fyrir sig með 200 til 300 þingmenn? Og svo ein breyting til viðbótar sem enginn hefur nefnt af hálfu talsmanna þess að við segjum já eftir rúma viku. Það sú einfalda breyting að Evrópusambandið samkvæmt Lissabonsáttmálanum verður lögaðili. Þetta hljómar sakleysislega. Hver ekki með því að einhver verður lögaðili? Íslenskan fallegt tungumál, hún felur því miður stundum raunveruleikann. Eins og þetta já til að sjá, sem náttúrulega bara brella, orðaleikur. Hvað merkir það að Evrópusambandið fær heimild til að verða lögaðili? Jú, það merkir það að Evrópusambandið getur farið að taka lán sem slíkt, sem ríkin þurfa að borga. Evrópusambandið getur farið að gefa út skuldabréf, svona eins og ríkisskuldabréf, Steingrímur þekkir það sem fjármálaráðherra. Og hvers vegna skyldu menn vera að þessu að láta Evrópusambandið verða lögaðila og geta tekið lánin fyrir sig og gefa út ríkisskuldabréfin fyrir sig? Jú, það vegna þess að ríkissjóðarnir í mörgum þessum löndum eins og Frakklandi og Ítalíu og Spáni hafa verið reknir með halla í nærri 50 ár. Það var komið ríkisstjórn eftir ríkisstjórn í þessum löndum og reynt að glíma með þennan vanda og þeir hafa gefist upp, og Macron síðasta dæmið í Frakklandi hafa gefist upp á að glíma með þennan vanda, og þá sáu menn þetta snjallræði. Láta bara Evrópusambandið gefa út ríkisskuldabréf sem öll aðildarríkin yrðu að borga og beita meirihluta atkvæða í ráðherraráðinu. Og svo koma hennar ófjármagnuðu lífeyrisskuldbindingar til viðbótar. Við værum þess vegna að ganga inn í bandalag þar sem að kommissjónin hefur heimild til þess að gefa út skuldabréf sem við stæðum á bakvið. Eitt nú að þurfa að glíma með sinn eigin efnahag, en að bjóða okkur upp á að byrja á því að borga fyrir inngöngu Svartfjallarans og síðan á næstu árum og áratugum fara að borga fyrir ríkisskuldirnar í Frakklandi og Ítalíu og Spáni. Þá segi ég nú jafnvel þótt að sleggjustjórnin standi sig ekki nægilega vel, þá vil ég frekar hafa hana. Heldur en þetta. En þetta alvaran, kæru vinir. Þetta alvaran. Og ég segi það aftur, ég hefði aldrei trúað því að ríkisstjórn Íslands á 3. áratug þessarar upplýsingaaldar myndi leyfa sér að leiða þjóðina að kjörborðinu án þess að ræða einu orði grundvallar eðli þess bandalags sem þjóðin beðin að segja já varðandi viðræður við. En það hefur ekki gerst. Og ef einhver dregur í efa að þessi frásögn mín hér sé rétt, þá tók ég líka með mér annað plagg til viðbótar við ljósritin úr Politico. Og þetta reyndar sama plaggið og Þorgerður Katrín mætti með í silfrið þegar formennirnir mættu. En hún las ekki upp úr því. En ég ætla að gera það. Þetta sem sagt plaggið sem landskjörstjórn hefur sent inn á hvert einasta heimili á landinu. Og það verður að segja landskjörstjórn til hróss
þó enginn af ráðherrunum eða þingmannunum í forystu Hjálmsins hafi nefnt að landsstjórnin ekkert að fela það hvernig við munum afhenda Evrópusambandi völdin. Á blaðsíðu 12 og 13 í þessum upplýsingabæklingi landskjörstjórnar sem þið hafið örugglega hvert fyrir ykkar fengið inn á ykkar heimili stendur meðal annars: reglur ESB geta tekið gildi og haft áhrif beint í aðildarríkjunum án aðkomu innlendra stofnana. Án aðkomu innlendra stofnana. Þetta eru orð landskjörstjórnar, ekki mín. Og þeir bætum betur. Reglur ESB ganga almennt framar reglum aðildarríkjanna innan sviga hafa forgangsáhrif. Hér engin tæpitunga töluð af hálfu landskjörstjórnar. Þeir eru ekki búnir. Aðildarríkin fela stofnunum ESB vald í ákveðnum málaflokkum. Á sumum sviðum fer ESB eitt með völdin. Ég heyri þögnina hérna í salnum. Því það örugglega eins með ykkur eins og mig. Mér fannst merkilegt og lofsvert að landskjörstjórn skyldi orða þetta svona skýrt. En það eins og talsmenn Hjálmsins hafi bara aldrei lesið þennan upplýsingabækling landskjörstjórnar. Og svo segja þeir líka: meginreglan að aukinn meirihluti dugar. Sem sagt, þetta 0,08% sæti við borðið skiptir harla litlu máli. Ég hvet ykkur öll sem hér eruð og hlýðið á þennan fund og reyndar landsmenn alla að lesa blaðsíðu 12 og 13 í þessum bæklingi landskjörstjórnar sem utanríkisráðherrann tók með sér í sjónvarpssal en passaði sig á að lesa ekkert upp úr. Það nefnilega þannig að þetta snýst ekki pakka. Þetta snýst ekki einhverja brellu. Þetta snýst meiri háttar framsal á þeim völdum sem tók okkur 100 ár að fá í eigin hendur og þeim völdum yfir landhelginni sem tók okkur áratugi að fá í eigin hendur. Forfeður okkar og mæður glímdu í 100 ár við það að fá stig af stigi þetta vald í sínar hendur. Þegar þjóðfundurinn 1851 kom saman í sal lærðaskólans við Lækjargötu og Ólafur Brím, bóndi á Grund í Eyjafirði, var þjóðfundarfulltrúi Eyfirðinga á þeim fundi. Hafði Danakonungur allt vald í íslenskum höndum. Þannig hófst þessi barátta. Allt vald í höndum konungsins í Kaupmannahöfn. Og þess vegna eðlilegt að Jón Sigurðsson segði að hann gæti ekki sætt við það og ekki heldur Íslendingar að bóndi í Skagafirði þyrfti að fara í gegnum Kaupmannahöfn til þess að ráðgast við bónda í Húnavatnssýslu. Núna verið að biðja okkur það, öll þessi valdasvið sem við nú höfum í eigin höndum, að fara í gegnum Brussel, þar sem 100.000 manna her, bírókrata og hagsmunaverða mun meðhöndla okkar mál
og við knúin til þess að lúta þeirri niðurstöðu sem þeir komast að. Og ég spyr eins og ég gerði í upphafi þessara baráttu, hvers vegna eftir 100 ára baráttu fyrir að fá fullan rétt í okkar hendur, ættum við að bjóða börnum okkar og barnabörnum upp á 100 ára glímu við erlent vald. Ég hef aldrei notað orðið fullveldi í þessu samhengi vegna þess að það er hugtak sem menn teygja fram og aftur. En það er ekki það deilt að hér er verið að biðja já til að hefja þá för að flytja umtalsvert vald til erlendra aðila. Þannig að börn okkar og barnabörn þurfi eins og forfeður okkar og formæður að verja stórum hlut af sínum tímum í að glíma við erlent vald. Og þá leyfi ég mér, hér á Akureyri, að minna á nokkra þingmenn Eyfirðinga sem stóðu í fararbroddi þessara baráttu á fyrstu áratugum. Arnljót Ólafsson, Hannes Hafstein, Skúla Thoroddsen, Benedikt Sveinsson og þeir voru fleiri við Sólveigu afsökunar. Það voru eingöngu karlmenn vegna þess að lögin voru þannig á þeirri tíð. En á bak við þá voru hundruðir fátækra bænda og íbúa í hinu litla þorpi sem Akureyri var þá, sem voru sama sinnis. Skrifuð undir bænaskrárnar sem Íslendingar sendu til Kaupmannahafnar, hverja fætur annarri, áratugum saman, til þess að biðja sjálfstætt vald í eigin höndum. Ef þeim hefði verið sagt að það bil sem síðasta kynslóðin sem fædd var undir Danakonungi sem ég tilheyri væri senn að hverfa, þá ný komin umræða erlent vald, þá hefðu þeir ekki trúað því. Og ef það hefði verið sagt til viðbótar að utanríkisráðherra Íslands spurður af Politico hvort að hún væri tilbúin í að skoða þann díl að Ísland skæri Evrópusambandið niður úr snörunni varðandi Svartfjallaland með því að borga fyrir Svartfjallaland og hefði svarað absolutely tilbúin að borga fyrir Svartfjallaland. Þá hefði enginn trúað því. Ólafur á Grund, bóndinn hér í Eyjafirði, sem hélt ríðandi og gangandi til þjóðfundarins 1851. Það voru einhver vegir í landinu. Og satt í salnum í Lærðarskólanum við Lækjargötu, stærsta timburhúsi Reykjavíkur á þeirri tíð, og hlustaði á boðskap konungsfulltrúans. Og hver var hann? Jú, konungsfulltrúinn var mættur til að flytja Íslendingum þann boðskap að nú ætlaði Danakonungur og stjórnvöld í Danmörku að innlima Ísland í danska ríkið, formlega. Og öll þau lög og allar þær reglur sem giltu í danska ríkinu og sett væru af stjórnvöldum í Kaupmannahöfn myndu gilda á Íslandi. Það snerist konungsboðskapurinn á þjóðfundinum 1851 að stjórnvöld í Kaupmannahöfn ætluðu sér í eitt skipti fyrir öll að innlima Ísland. Og í staðinn var þeim boðið, og það er merkilegt í sögulegu samhengi og kannski áminning til okkar sem nú lifum, að það var nákvæmlega sama talan
Í staðinn var Íslendingum boðið að fá 6 þingmenn á ríkisþingið í Kaupmannahöfn. Alveg eins og við fáum 6 þingmenn á Evrópuþingið í Brussel. En það verður að segjast Danakonungi til hróss að hlutfallslegur styrkur Íslendinga í þessu ríkisþingi í Dana í Kaupmannahöfn með þessa 6 fulltrúa var langtum meiri heldur en styrkur þeirra 6 þingmanna sem við getum sent til Brussel ef að þessi leiðangur endar með aðild. En kannski sagan með því að hafa nákvæmlega sama fjölda þingmanna sem var til umræðu á þjóðfundinum 1851 sem við ættum að fá á ríkisþinginu í Kaupmannahöfn í staði fyrir að láta af hendi öll völd yfir eigin málum. Nákvæmlega sama talan og við munum fá á Evrópuþinginu í Brussel. Kannski eru það skilaboð þjóðfundarmanna til okkar sem nú göngum senn að kjörborðinu. Og þá segi ég, og vona að við segjum öll, eins og Ólafur á Grund, bóndinn í Eyjafirði, sagði með sínum félögum á þjóðfundinum 1851. Vér mótmælum öll. Takk ykkur fyrir. Ég held að það þurfi ekkert að segja neitt meira. En kæru fundarmenn, ég vil þakka ykkur kærlega fyrir að gefa ykkur tíma til þess að koma og vera hér í dag og þeim sem voru heima og fylgdust með í streymi vil ég sömuleiðis þakka ykkur fyrir. Ég vona að þið hafið orðið einhvers vísari. Þessi hópur sem hér hefur talað eins og fram hefur komið, öll á einu máli að Ísland sé algjörlega fullfært að vera sinn eigin fyrirsvarsmaður, hvað sem öllu líður. Og ég held að það séu skilaboðin sem við eigum að fara út með hér í dag og ég hvet ykkur til þess að ræða þessi mál við þá sem verða á vegi ykkar og hvetja þá til þess að nýta kosningarétt sinn þann 29. ágúst næstkomandi. En ég ætla að biðja ykkur líka bara að flýta ykkur ekki endilega. Við verðum hér frammi, það verður hægt að kaupa sér drykki hérna á bakvið og við gætum átt hér góða stund og spjallað við aðra fundamenn. En þakka ykkur kærlega fyrir og takk fyrir komuna.